Ég ætla að fjalla aðeins helstu gagnrýni á kenningar sem tengja sálkenningum, en kenningar leiki frá sálkönnunar hugmyndunum sem byggja á fræðimönnum til dæmis Sigmund Freud, Erik Erikson og Donald Winnicott hafa fengið talsverða gagnrýni þrátt fyrir mikilvægi þeirra í skilningi á hlutverki leiksins í þroskaferli barna. Það í fyrsta lagi skortur á vísindalegum staðfestingum. Það talað að þetta sé ekki hægt að mæla, það sé ómælanlegir þættir. En sálkönnun leggur áherslu á hugtök eins og undirmeðvitund, bælingu og innri átök sem erfitt að rannsaka og staðfesta vísindalega. Og þetta hefur leitt til gagnrýni að kenningarnar byggi meira og minna á huglænum túlkunum en frekar heldur en staðreyndum sem hægt að væri að mæla með nútíma rannsóknaraðferðum. Og það talað huglægt eðli. Margir gagnrýnendur telja að sálkönnun hafi of mikla áherslu á túlkun einstakra atvika eða hegðunar frekar en á almenn lögmál sem gilda fyrir öll börn. Eins og vorum að tala að Sigmund Freud til dæmis að gera rannsóknir á barni, bara einu barni. Þannig að það þessi gagnrýni. Það ofur áhersla á undirmeðvitund og kynferðislega hvatir. Og þá það náttúrulega helst Freud, en Freud tengir leik barnsins oft við bælingu, kynferðislegra hvata og árekstur á milli frumsjálfsins, sjálfsins og yfirsjálfsins. Og þetta hefur verið gagnrýnt fyrir óþarflega mikla áherslu á kynferðislega þroska sem drifkraft leiksins. Margar nútímakenningar leik leggja meiri áherslu á félagslega, hugræna og sköpunarlega þætti leiksins frekar heldur en undirmeðvitaða kynferðislega hvata, eitthvað sem liggur í undirmeðvitundinni. Það eru takmarkaðar túlkunarlegir að það litið á framsetning leiks sem lausn á innri átökum. En sálkönnun og túlkunar á leik leggja oft áherslu á að leikurinn sé tjáning á innri togstreitu, ótta eða kvíða. Og þetta hefur gagnrýnt fyrir að vanmeta önnur hlutverk leiksins eins og sköpun, félagsleg samskipti og einfaldlega bara gleði og afþreyingu. Það of mikil áherslu oft lögð á neikvæða tilfinningar og úrvinnslu þeirra í stað þess að meta jákvæða þætti leiksins. Það þessi bara hort á það sem kemur út neikvætt. Það skortur á menningarlegu og félagslegu samhengi. Það þetta almenna gildi kenninga, en sálkönnun byggir ofta á einstaklingsbundinni reynslu og túlkun í vestrænum samfélögum. Gagnrýnendur hafa bent á að hún henti ekki alltaf fyrir mismunandi menningarheima og félagslegt samhengi þar sem hlutverk leiksins getur verið allt öðruvísi. Hugmyndur leik sem tjáningu bældra tilfinninga og innri átaka ekki endilega sannar fyrir öll samfélög. Það ekki öll samfélög eins. Það lítil áherslu á félagslegan og umhverfislegan þátt. Það þessi félagslega þáttaka í leik, en sálkönnun einblínir mikið á innri þætti leiksins, undirmeðvitundina, bælinguna, innri átök, en vanrækir oft félagslega og ytri þætti sem móta leikinn. Rannsóknir hafa sýnt að leikur barna mótast mjög mikið af samskiptum við jafningja, fjölskyldu og af menningarlegum gildum. Og þá kemur að spurningunni, sálkönnun þá hreinlega tímaskekkja? Þetta gagnrýni sem kemur út frá nútíma sálfræði, að mörg hugtök sálkönnunar, þar á meðal leikkenningar, hafa verið gagnrýnt fyrir að vera ekki í takt við nútímarannsóknir í þroskasálfræði og taugavísindum. Sálfræðingar í dag leggja miklu meiri áherslu á hlutverk heilavirkni, hvernig allt virkar í heilanum, félagsleg samskipti og menningarlega þætti í þroska sem sálkönnunin tekur ekki nægilegt tillit til. Það erfitt að alhæfa leikinn. Það þessi staðbundna nálgun, en sálkönnun og túlkunar byggja oft á mjög litlum hópi einstaklinga og má rekja til tilrauna Freuds og fylgismanna hans á ákveðnum einstaklingum. Og það bara 1 eða 2 börn sem verið að alhæfa út frá. Og þetta hefur verið gagnrýnt fyrir að hafa takmarkað alhæfingagildi. Þetta eru hugmyndir að síðustu, þá eru þetta hugmyndir sem henta ekki öllum börnum. Hlutverk foreldra til dæmis, en hugmyndir Winnicotts sem leggur áherslu á nægilega góða móður hafa verið gagnrýndar fyrir að skapa þrýsting á foreldra. Þær hafa einnig verið gagnrýndar fyrir að leggja of mikla áherslu á móðurhlutverkið í stað þess að viðurkenna fjölbreytni í fjölskyldugerðum og hlutverkum annarra umönnunaraðila. Kenningar Freuds, nú skal taka smá samantekt, kenningar Freuds, Erikson og Winnicott hafa lagt grunn að mörgum nútímanálgunum í leikrannsóknum sem byggja oftar á gagnrýndum rannsóknum og víðtækara sjónarhorni, sem sagt í dag. En samantektin yfir þessar kenningar sem við höfum verið að fjalla að þrátt fyrir mikilvægi leikkenninga sálkönnunar fyrir upphaflegan skilning á hlutverki leiks í þroska, þá hefur hún fengið gagnrýni fyrir skort á vísindalegum staðfestingum, ofur áherslu á undirmeðvitund og kynferðislega hvata, vanmat á félagslegum og menningarlegum þáttum leiksins og takmarka gildi í nútíma samfélagi þar sem fjölskyldugerðir og menning eru breytileg.